ef ég vill kynlíf þá er ég bara að segja sér sexfín og það byrjar fólk að tala við mig, það þannig virkar? Ég var fór snabbt frá stelpakunum. Við komum inn að heyra þetta tól báðir, við heyrti ykkur Yeah. Þú hljómar get sexy sko. Hljóma fucking sexy, sko. Við erum bara með svona nýjum Ef ég væri ekki frændin, ég veit örugglega raskella, sko. Þú raskelt maður maður Gaur, hvað er svona versta manstu eftir Ibba Malaka Hvað er versta prank sem við höfum gert ykkur annað, þú veist, manstu eftir ykkur sem þú gert mig, ég veit að ég vókst oft næstu í blind af Axel. Já, ég kem með þau sokknum nætus og þú veist fuck Ertu alltaf í sokkunum mínum, þú veist, komin. Já, Ok, I get kem that. nætur, þú heldur þessi köttin eitthvað fyrkt í sokknum, þetta er bara ég, sko. Þú veit, kötturinn rétt árum búin að taka við, hann var búin að íta myndalni. Núna er hann að geta eitthvað gulldraslan, fuck up snúrunni. Fuck you, cat. Motherfucking cat. Ekki það. Ef þú var að fara, þú sagði daginn hérna, þú veist, þú vorum að tala um eitthvað þegar þú mútið að flytja út og svona, og varst að segja að þú ert already svona ímyndaður í þessari íbúð. Það var svona snúruna. Motherfucking cat. Þessi köttur er svo mikið hérna, hann showstopper, fuck it, don't think about him, ítt hann í burtu. I shall eat the world. This is great, sko. Þetta er jólaþátturinn sem er hérna, Þú kannst ekki að valja betri manneskið til svona með þér. God damn, að því kötturinn annarkvort, þú veist, fokkar í gestunum eða bara stoppa allan þáttir, því gestunum getur ekki hægt að fokka í kettunum. Ég elskar ketti. Kötturinn er awesome, veist, ég veit að ég er alltaf að kalla hann cunt og asshole og ég hata hana, en þú veist, maður er að elska ketti, maður verður líka að fatta að kettir eru assholes, þú veist þetta. Yeah, they're the assholes of the world and þú veist, we love them, they're too cute. Too cute, sko. Og líka, þú veist, sérstaklega þú fílar að, þú veist, fílar að nota þessum muffu. Yeah, now you're saying my language. Nei, sko, ég á minn eigin kött og hún er loksins byrjað að nenn að vera með mér meira út af sænginu minni, hún var alltaf inn hjá mömmu og pappa og það þeir eru með svona puffy sæng, nú er ég komið með fucking puffy sæng. Motherfucking puffy sæng. Geir, motherfucking puffy sæng. Geir, ég á jokes get ekki byrjað að komast heim aftur og bara fara upp í rúm. Ég var að vekja fyrir klukkutíma, sko. Ég hljómar þreytt. It's fine, maður verður að vakna einhvern veginn. Þetta verður léttast leginn til að vakna, þú veist. Þetta hjálpaði mér að vakna, ég þarf reyndur að breyta, ég er búin að vakna svona 3 daginn. Já, en alltaf, þú veist að jólin, ég líka, að því Minecraft, byrjum að spila Minecraft og eitthvað shit, þá var ég, daginn var ég vakna til 7, svo bara, til 7 morgun. Yeah. Og ég bara að spila 1, sko, þannig að ég náttúrulega held að ég myndi spila mig ykkur geð mikið, svo svona, þegar ég var í call með vinnum þínu, þá er ég like, this is just, I'm too old, ég nenni ekki að hlusta á ykkur, þegar ekki. En þegar við erum saman, það situr bara og silent bara, þetta er bara, fín, ok. Bara silent. Ég og þú eða þú vinnir? Ég og þú? Já, nei, gauð, ég er sérstaklega bara með 2 eða eitthvað. Þú veist, það er gaman, kott er miklu betri, það er ofta svona fljótari og maður getur fokkin, meist gaman að shit-talka og svona. Já, ef við værum, þú veist, ég, þú, við frændunir, þá væri þetta, þú veist, það er kannski að spjalla, þú fokki Axel eitthvað svolítið, en þetta er bara ég og þú, að maður er bara svona, við kannski spjöllum eitthvað smá í byrjun og svo verður bara svolítið við báðum eitthvað fókust á mæna og þetta er líka Minecraft svona ég er búin að gleyma hvernig þetta var oftast þegar maður var að spila með Axel og Skype eitthvað þá er þetta, þú veist, þú erum kannski að spila í 5 tíma en maður er ekki að tala á þetta Ég hef ekki heyrt þetta Gauir, sko, við byrjum sko back in the day með að nota heimasíman um ömmu og þú veist, íttum bara á speaker og settum síman fyrir framann lyklaborði mamma var komið með eitthvað 30.000 krónur reikning að því og Axel var alltaf að spila á kvöldinu eitthvað en svo, þú veist, Jón tók mér svona hálft ára bara að downloada Skype og bara pröfa, svo var það get easy maður þarf að pröfa einhvers staðar, sko, maður þarf að byrja einhvers staðar ég meina, núna er alltaf Discord líka að virka frábælega, it's great núna loksast að koma með mic fyrir það ég loksast að koma með mic á borði sem ég get nota, ég er alltaf með Airpods og þið voru við vorum alltaf að complain út af því að ég fatt ekki hversu shit það var, sko I didn't know you finally listen to me like I hefði alveg búin að vera að segja þér eitthvað í svolítið tíma weird, sko weird erstu með hendur upp fyrir svona fyrir spurningu nei, ég með hendur upp þetta köttur að ráðast á mig ég sé hana ok, þegar ég fyrir hérna heyrur það í mér þú heyrir saman ég heyrir, sko ok, so þessi mic er ekki eins pick up og vel á þessu nei, þú ert að færa frá þér svona já, en ég heyrir það samt ennþá ég er hérna en hjá mér bara alveg sér þetta alveg út
það heyrist í þér en bara ekki eins vel þess vegna er alltaf að segja við gesti að það átt að reyna að face it the whole time ef þú fer inn til að hæri það verður eiginlega svolítið svona akkur þingum við bara tracking tracking, það verður perfect þetta er svona facecam með svona tripod thingy whatever sem er svona stabilizer sjálfskrafa en það líka trackar andlut já, svoleiðis fyrir fucking the camera thing sem er núna, ég keypti svo mikið shit í sumar eitthvað svona græður sem ég svona nota kannski 10 já, þú keyptir eitthvað fucking svona gimbal og ég var bara, við mætti fyrir að nota það bara, bara ég er þarna með þér eitthvað svo ég sagði bara, fine fyrstu vikuna kannski eitthvað núna, ég mátti alveg fótt að lána þú bara, garbage nei, þetta er ógeðslega góð græða en ég bara hef engan ástætt að lána þetta núna það er satt, virkar þetta fyrir Android? já, það bara það fylgdi með svona járnstykki sem þú situr aftan á símaðinn þannig að þú getur bara svona snappa þetta ég er ekki að nota hann á símaleikunni ég þarf að taka þetta á og superglue þetta eða eitthvað á minn síma símur á stóra eða? nei, bara að því að þetta er lím ég festi þetta við gamla síma minn þannig að þetta bara er svona easy on and off hlutur nei, það er ekki rétt að taka þetta á nei, ef þú ert búin að setja þetta á síma já, þetta er bara járn svona stykki en það er auka stykki inni á we'll find that somewhere en hei, hann er ekki að fucking pæli því sko. Við erum komin hérna það er 27. desember klukkan 12 ég vil allir vita nei, 27. Droppa ég var að segja það við verðum að reynskilni sko. Ég ætla að taka þetta upp í gær ég ætla bara að taka svona þátt einn svo bara væri engin tími til að gera þú meina þátt einn, það var áttu verið ég og Jóna nei, það er sko ég skal á ég byrja listan eða átt að 15 mannski sem átt að koma þess að þætti ég átt að gera jólaþátt með hérna who the fuck was it maður Arnór kom, Arnar átt að koma þú og Jón átt að koma sem verður örugglega bara næsta ári eða eitthvað skilur við, næstu viku kannski en já, þeir koma næsta ári þannig whatever en ég ætla að gera jóladóti með Magga Mix og það er svona hann Maggi Mix man, hann er svona he's doing his own thing já, I don't know maður a couple years þá var Maggi Mix 50 skilur við, hann hvernig verður Ísland? Hvernig mun Ísland höndla það að Maggi Mix verður ekki relevant? Maxi has retired hann ætlaði að gera það maður, þú veist, couple months ago hann var gett mikið að setja að spyrja mig og vinna hans eitthvað þú veist, ég bara loka snappinu og svona sorry ég svaf og vel í nótt ég ætti ekki verið vakið okkur núna ég fengi nokkur comments eitthvað fucking Nathan talar ekki nei, hann er bara þreytur hann mæti þreytur á podcasti ok, núna er ég actual þreytur hinskiptinni er bara svona já, bara bibidi you need the show and I'm here to tala inn eða þar núna er ég bara actual þreytur já, það er alltaf lag en þú verður að bara gefast upp á að vera þreytur núna verður bara oh shit, ég bara BOOM ég er bara fixed frekið á daki sinn sko, goddamn þú laga meiri í stí og ég laga svefnin easy peasy kvætturinn að vera að slökka fucking sjónin það verður fyndið vitið, þegar þú ítur að hann rauða rekordbóttin já, þá slökkast það þessu that's how that works bro nei en ég ætla ekki að baka Magga Mix og eitthvað svona en við erum mættir að 2007 jólun okkur er búinn ef að bara recap, ef við ekki gera bara smá fucking jóla recap í okkur já, hann fekk þess að helvitir nettar Top Gun náttböksu frá af okkar sjáðu, checkja á YouTube-unu, ég er í Top Gun og sko ég fekk líka bólinn sko the whole thing sko er ekki Tom Cruise sem leikur í Top Gun? Jú, ég hef ekki séð Top Gun sko, ég veit að Charlie Sheen er henni og eitthvað svona þetta er góð hefur þú séð? Já, ég með movie mamma mín elskar myndir hún safnar með fucking 5 fucking albúma bara með DVD-diskum sem er með þeir voru alltaf með DVD-collection mamma var með DVD-sölu eða þú veist svona leigu back in the day og það vann hann í hún átti af hverju hef ég aldrei heyrt þetta staðurum brann niður wait, ok, þannig að segja mér að mamma átti Blockbuster og hún brann hann niður fyrir peningin obviously og allt í henni flytið aftur til Keflavík og all this and with a little money ég held að þetta var hérna í Keflavík really? Það var allan að annarkvort að brann eða það bara heldur mamma sé ég get ekki hringt í hérna núna síminn hana heldur að mamma sé vakandi? Hún er í vinnunni ef að prófa að hringja hana pull up your phone bro pull up my phone wait pull up Bluetooth
og ítta Bluetooth stillingan, ég ætla að tengja það við dótið hérna, þá getur we're gonna do this all live, unedited, okay? Ég veit ekki hvort The greatest production value. Ég Ertu komin í Bluetooth stillingar? Ég Þegar að sjá það live, sko. Þetta hversu professional this show is. Roadcast Pro. Press that shit, bro. Press it. Svo við munum alveg heyri í þessu, Já, right? þú mann heyri í þessu. Og Men hún heyri í þessu? Wow. Yeah, bro, it's fucking sick, sko. Látum við vita að þau er búin að byrja að hringja I'm calling. Ok, heyrið þú eitthvað? Hæ? Heyrið þú anything í heyrið? Það er að Sjá? Ég kom að þetta virkar alveg svo það vera. Sem að hækka það vel. Hæ mamma. Hæ Silja. Hanna þú við erum akkurat að taka upp fyrir podcast akkurat núna. Við erum velkomin að podda með Frikka. Skellt á og Hanna, við vorum að pæla með Ég með spurningu, má ég spyrja hana? Já, þú má spyrja. Silja, hann Nata var að segja mér að þú áttir leigu einu svona vídeospólu leigu. Mástu ekki eftir? Nei, ég vissi ekki að henni veit á þessu maður. Hann var að segja mér að brann niður og ég alveg, ok, Silvia in the tax fraud. Já, nei, þú varst kannski öruglega bara svona einstást eða eitthvað þegar Hanna, í seldana. Mamma, að brann og niður seldrana. Hún brann, við byggðum hann upp og nýtt og seldum hann svo. Wow, damn. What the fuck maður, ég vissi ekki neitt af þessu. Well, you're young. Very young. Know? Ertu að vinna akkurat núna eða? Hvernig flugstöðin right now? Allt brjála? Er ykkur að degja? Ef það væri brjála þá væri hann ekki að svara síma Nei, það er ekki, það er svolítið eftir hálfdegi en annars er bara frekar róleg núna. Silja, ég var svo til að hitta þig og spjalla þetta einhvern mann en ertu með ykkur að finna sögum Nathan bara right on the spot ef þú ert með eitthvað, kottu með það? Ok Við kendum honum það var lítið til að henda hluti mjög ruslið. Já. Og honum fannst það mjög spennandi þangað til að einhvern mann opnaði í ruslatunnuna og þá var hann búinn að taka alltaf seðluna. Þetta var áður en maður notaði svo mikið debitkort. Hann var búinn að taka alltaf seðluna veskinu minn og kruppa og hendaði mér ruslið. Why? Why get exposed? Mér fannst það ekki myndilegt við þá. Og hann fekk ekki dót eftir það, right? Það hefði þá verið frekar þegar við keyptum okkur nýjan sófa fyrsta skipt sem einhvern veginn eitthvað nýtt. Rosa fína svona lazy boy þryggjasæta. Og hann náði sér í grænan olíutús og túsaði allan sófan. He's an artist. Það náðist aldrei af. Hún er ennþá betur út af þessu. Já. Silja, gleðileg jól og takk fyrir að koma á poddið í þessu nokkra mínútur. Takk mamma. Gleðileg jól, skunnar. Love you. Bye. Love you too. Bye. Þetta var gett. Þetta var Silja. Mamma hans Natans maður, hún er algjör meistari. Hún var business owner, what the fuck? I didn't know this. Hún gerði margtur og hún var yngri, ég vissi ekki sem fyrir hann af. Því ég er að fara að fá fullt af fjölskyldum meðan við komum á potti. Já. Frændi minn er að fara í svona, hvað er þetta svona, hann er að fara að minka maður sinn, hann er ekki að fara í dóti sem... Megrun. He's going on a diet. Þetta er svona aðgerð að minka maga en það er ekki skorið hann. Mamma, það er sama mamma fór í. Þeir ekki svona jafnstóra þetta, annars minni þeir var bara óksla tæni núna. Bara minna en fyrst. Jesus. Já, hann er alltaf spenn. Já, þegar þú veist, hann byrja svona og svo ef þú stendur við það mun ekki fara mikið stærra en nefn á þér, en þeir fóru ekki í þetta dót sem þið sitta eitthvað klemmu. Nei. Þeir litli bara mingu. Ég held þeir bara mingu þetta bara alveg down to like a tiny fist. Ég leika sko, Nathan's parents, they used to be big. Nú eru þau bara skinny legends. Yeah, skinny motherfucking legends. Ertu ekki það að þú ert fuck í pappa en I could beat you up. Já, Gabriel notar það mjög mikið. Já, Gabriel er huge man. Hann er alltaf með þetta bæði svona Biggie vibe og svona security guard sem er pirraður. Ok, veistu hvað The Burger Show er? Nei. Veistu ekki? Ok, það er gaur sem heitir Bob's Burgers? Nei. Þetta er á YouTube, það er bara eitthvað gaur sem heitir, ég þarf bara að sýna mynd á hann. Gabriel er núna alltaf með svona húfu sem er aðeins súrlega upp svona fyrir akkurat bara aðeins frá neyru. Ég veit hvernig húfu er það talum. Já. Ég svipa Biggie alltaf með. Ég held, fuck það. Já, það er mjög svipa.
Já, og svo erum við komið með litla lokka inn í eyrað og keðju og hring Ok, þannig að hann er Biggie nema hvítur Við erum að fá Gabla podcastið maður Ég þarf að Já, akkur það er bara að fá bráðinu podcast Hann er bara, þið verður að koma að báði sko Ok, That's a vibe. ég kom með myndin á honum Alright. Ok, Gabriel lítur rosa fucking þessi út akkur núna Já, er þetta ekki Chunks eða eitthvað? Nei, hann heitir Elvin, hann er frá The Burger Show Já, Alvin from the Burger Show, ok Yeah, það er mjög gaman að horfa á þetta maður verður svo songur eftir það En hann bara geta hamburger á reviewin þetta? Hann er þú veist að sína mann þú veist frá hann ég veit ekki hvað fucking orðið er það Sound effects baby Það er, þetta hljóm mega sens þetta er í hausnum ég er alveg að sopna Bara ef ykkur er bombing Oh Jesus Christ Oh fuck God damn Ég sagði það með Ég var að hlusta eitthvað podcastu daginn en það er eitthvað bunch of motherfuckers bara svona eitthvað 4 gaurar að djóka eitthvað og einn gaur sem er alltaf á þessu skilja hann er með hljóðið eitthvað hann er svo góður í þessu hann náða að stilla eitthvað öðru svona raddir og með robot voices og eitthvað shit og smooth just það er hann hvað fucking heitir það Twitch streamers þeir eru með svona basically bara þetta shrink já, to it like Stream Deck kannski er hann bara með Stream Deck og bara svona bing bing en alltaf fucking þú veist það getur sem að vera með hann er bara húst með vantlega sína græjur hann þarf ekki að fókusa endilega að tala hann er ekki hostinn hann er bara með þetta sko hann er bara bíbú og svo fyndi ég að hlusta á þetta podcast og þau voru að tala um svona eitthvað sex stories eitthvað þú veist fyrst í kossin og eitthvað svona weird shit og þeir voru alveg gett opnir en svo voru gett eitthvað við erum að passa ykkur og svo alveg við voru gett þinningur og svo svona fór ég á Instagram með þeirra og svo eru þeir bara eitthvað 16 ára og 17 ára that makes a lot of sense en það væri þú stóður eitthvað 30 ára gamla menn og þeir að tala they wouldn't give a fuck þú veist minnst gaman að tala um hvað kynlífs weird shit sem þú gert og ekki þú veist mér er drullu saman að heyra eitthvað you know I banged this bitch you know en frekar eins og þú veist eitthvað eins og hefur eitthvað mann gerst þú veist hafa hlegið í kynlífi you know shit happens ég var eins og drukkin með eitt af fyrir undir kærastum minnum og ég ætlaði að fara niður á hana og hún með fótana hérna skilur á bringunni og hún í kitla hana þannig að hún sparka í mig og ég þú veist flýga á rúminu og skalla sófa minn og it's a whole thing that's fun yeah that's a good time bleeding on the ground deyðir fucking hortna fucking hillinu bara inn í hauskúpunni hún er bara alltaf góð þetta er að hitta eitthvað fucking teiga histinu og þú bara the retard nerve þú hittir hana perfectly og þú ert bara spazzing out shit ég elska þetta ekki svo vaknar á spílunum 2 mánuður setna veit ekki hvað fucking gerist þú varstu bara þengfli að taka upp á sama tíma hefur þú ekkert maður fengið concussion frá boxinu eða anything nei ég er búin að vera svona ekki pussy í lífinu ég reyna alltaf alltaf ekki segja mig í manni eftir en ég hef alltaf reyndið að halda mér út frá ykkur svona scared cats ég bara fengi concussion í boxi og eitthvað svona og fucking og the retard hendi mig veggin on that one time drósmenn að blæða ok, Niagara Falls á hálsuninu úr hausnum ég óska ég átti þess að myndina því fyrsta sem ég gerði fór hann á baðherbyggi og byrjaði að þrjóða mig mamma er að poth þess að myndi ykkur staðar inn á klátinu sínu sko nei, that's the thing nefnilega, ég sendi ekki neinu nema á Snapchat svo eitti ég að því ekki að pappi var eitthvað væla sem er svo stupid looking back, núna myndi ég posta anything like this ef ég væri 16 núna og væri að detta content, free content þú veist þessu fight video sem komum ekki eftir mikið FS þegar ég var hana it's a good time en líka aðralega að spooky hversu weird bullying getur núna verið skilur það var ekki svona þegar ég var þú veist krakki Geir, þetta er meira núna bara cyberbullying heldur en actual bullying og þú veist örgulega COVID er örgulega gæðið fyrir krakkana sem voru að being bullied bara haha fucking losers núna ég er bara heima living my dream þegar ég fyrir aftur í skóla þá er ég bara lamin sko mér finnst einelti verið bara sniður hlutur sumir verða að ykkur út af einelti ég er alveg sammála og svona sumir fara kannski með þetta eru ekki grunnlega nóg sterkir til þess að geta höndla einelti ég höndla einelti alveg fínt sko en
ég var ekkert eitthvað, það var ekkert, þú veist, það var alltaf hrindið mér einhvern degi eitthvað svoleiðis, þetta var bara svona, Já, við fengum ekki saman. Þetta var ekki svona einhildar svo allir eitthvað stríðið með eitthvað svoleiðis, en ég var oft svolítið einmanna og það bara, var aldrei að vilja vera með mér, þú veist, þeir voru svona, með því að þeir þurftu vera þarna, þá voru bara, hei, Nathan, bara búin í skóla með eitthvað, það var bara svona, púf, bara að segja, Já, þú varst náttúrulega úrst í mörgur skólum, úrst í fucking, hvað byrjaðu? Ég byrjaði í Agurskóla þar, svo fór ég í Gerðarskóla og svo endaði ég í Njörgurskóla Svona Var ekki Njörgurskóla bestur? Jú, mér fannst Njörgurskóla voru bestur Kennararnir voru að hlusta alveg ágætir Fucking Njarðvík Green Dorks Ég bjóði í Njarðvík for a long time Blue Dorks Ég ekki Keflavík sætt sko, þetta bara Njarðvík og Keflavík, þó náttúrulega allir bæir experience this en það er svo mikið eitthvað barnavæl Við getum öll verið samla fuck Grindavík, er það ekki? Jú, and there's a bunch of weird motherfuckers for Grindavík þeir eru rosalega inbred Ég mitt theory, Grindavík ekki til Hey, this is my theory, okay? Ég getur ekki bara að stóla hugmyndi minni, sko So við erum great minds think alike Let's go Ég maður það Foss Hvað Ég veit núna hvað það þýðir Vistu hvað þýðir? Ég hef aldrei pælti við Exactly, right? Þetta er hérna að því hann er Portuguese og English Nei, hann kann ensku Þannig að Nei, Ronaldo er það Já Og ekki mest af Þetta á þannig að fótboltagjörður sagði mér þetta Þannig að ég vona að fótboltagjörðurna núna kommenta brjálæðir Bara this not really En hérna, þetta á að vera Þetta var ekki Ronaldo, þetta var actually Messi Who the fuck cares Þetta á að vera eitthvað sí og já eða eitthvað Þannig að yes á spænsku og þannig að yes, sí Þannig að hann er að segja já á bæði skilur í tungumálunum You know what, þetta er einu hljóðu sem á að koma eftir að ég sagði þetta sko Who gives a fuck, Friðrik? Þetta hljómar svo fucking squeaky deck Þetta á að hljómar svo crickets, right? Já, men kannski það var að læra You're doing great, Friðrik Thank you, sir Hvað er hérna blái? Hvað er þetta hljóð fyrir að hjálpa ykkur? Þetta er eitthvað sem kom bara með tækinu Oh, it is Þetta er nýtt tæki, sko Ok, fyrir mánuð síðan I haven't fucking Gá! Settu fart noise næst Ég er með perfect fart noise sem þú ert að setja á sko Gauður, ég segir Ok, þú veist alla þessar gellur og sömu dúttar með þetta my eyes only thing hérna Inn á Snapchat My eyes only, já My eyes only Ég heyri bara mæs That's not Only tough people last okay, þú veist mætti halda þú veist að ég væri með eitthvað naktar myndir nei ég er bara með vídeo mér að prumpa Setur það þarna? Já Ég set mín á TikTok Já þú setur þetta líka fyrir að kóka byrju maður spila smá fyrir Já Eftir ekki tengdu bluetoothinu? Jú alveg byrju Segð mér þegar þú tengdur hana Ég kom inn Eins og Þetta er Anna The fuck was that? Bíddu Þetta er bara lítið bíddu Horfðu allir bíddu Sýndi myndar Þetta er svo góð Ég er bara að kúka í mig maður Þetta er sem að stór Ok, þetta er alltaf því En it's in the making, sko Holy shit, ég þarf að gera þetta líka maður Bara fyrir þess Það var einhver félag Gabriel sem heldur kominu til Íslands og var hann er Íslendingur en kominu til Íslands eitthvað fyrst þetta og hann var eitthvað að sína sig bara vídeos og prumpa og ég bara, this is a fucking great idea This man knows what he's doing Yeah, comedy, fart is comedy Já, maður Aldrei engin comedian myndi segja prump einhvern tímann í lífinu var ekki fyndið, þú veist It always funny Þetta er þú veist að ég held að ég skil þetta náttúrulega, þú veist, að vissu marki að má ekki prumpa fyrstu deituna og maður ekki að prumpa kringu hvern mannin
Ég get eða ekki stjórna ég þarf að prumpa, I just can't really stop it ég uncontrollably grípi andlitur og sittir og tek bara fat rip það er fucking fyrir sem ég get ekki gert þetta bara muscle spasm það bara svona ég get ekki gert þetta í því það pyrrandi maður er það eitthvað ástæð og spólítið og stingra því alltaf að reyna að gera þetta fyrir stelpunar ég bara reyna að sína mér hrifun að Gauður var að vera hundleilu við aðra gælur svona, ég ekki hrifun að þér en ég þór ekki að segja neitt ég punk bitch en ég bara show my love with my cheeks sko hvað þú veist yngri hvað varst að gera til að láta stelpu svona vita félagi hvað sagði þið? I'm a fart whisperer whisper with my farts ok bara eitt svona hvað gerir þú til að láta stelpur að því maður þegar maður vissi ekki ég setti bombu í töskun og hljóp út í skónu eins og þú veist þegar vinkunum er að koma til þín og alveg fílaru Anítu hvað gerði ég og fíla þig sko ég myndi vera svona ég þurfti ekki að vita þetta núna er þú búin að eilga hvernig ég sé samanneski og fuck that got a point þú veist það er erfitt út af því að ég persónulega ég get ekki tekið eftir ef ég sé hrifin af manneski eða önnur manneski hrifin af mér þú veist ég skil alveg manneski ég get ekki séð frá hinni manneski en ég geti verið svo fucking blindur vini minni þurfa að pointið bara þú er bara fucking tannað óslega mikið ok ég get checka það er eitt af hlutir sem ég veit ég geri þegar ég er kannski svolítið svona já, þurfa vinnin að láta vita hún er að tala við þig svolítið mikið þú verður að reyna já, þannig þeir reynda að segja það við mig að ég sé að gera þú veist, ég tek ekki eftir þetta ég er svo fucking blindur já, þú tekur ekki eftir þegar þú ert að fíla já, ég er bara svona I don't know, ég held að sé tengt my ADHD að það er eitthvað sem er í heilum sem er ekki að virka og the whole thing bro the whole package the whole thing it's all broken en ég held að ég ándjóks ég held að sé eitthvað fucked í haustum I don't understand það ég meina I get it sko ég kann að vera fyndin við skellur láta að hlæja en ég meina hvernig að vinnin er að þannig að þú hefur aldrei verið bara wow ég fíla þess að gera að geta mig þú veist ég hef tvisvar sem lífinu minu verið þú veist alveg hef fengið svona fiðrildi hvað sem þetta kalla þegar maður sé stelpu það var eitt skipti þegar ég var ég spá ekki þetta checked out sko það er ekki skrítið að hafa fiðlir á skæðinu sko that is not cool what are you talking about bro that's what I thought at least I'm the ass whisperer no. wait fuck ekki segja þú ert búin að ekki vera að taka upp please að þú ert ekki búin að vera að fucka upp no we're good neða því að kom svona low power Palli það engin reacta svona en Nathan fær panic attack Gauð, út af því við vorum bara að taka eitt gott ADHD podcast og svo allt er bara wait, gerðu þið það einhvern tímann? Manst ekki? Við ætlum að gera, manstu það The Doctor is saying TikTok is the doctor eitthvað whatever en við vorum bara að taka klukkutíma áður fyrr en út af því að hún það var út af Sonny, hún pointaði út eitthvað þetta er ekki hreyfast eitthvað þú var bara fuck það var bara ekki bara að taka upp mitt audio en þegar ég þurfti að taka upp með tölni þarna það var líka a whole nother mess maður stundum var ekki að taka neitt upp núna ertu bara með allt já, en núna er þið einlega bottleneck er þið myndaðala sko stundum eins og þú veist ég tók podcastin daginn og fyrsta hálftíminn skilur eiginlegist út af svona andra slima en það gerst oft sko bara út af software malfunction já, við erum með quality content enná sko já, quality, þetta er bestu gæðin á landinu, right here right now þú veist, í huge studio með alveg studio ljósa öllu því að bissa í hugans Nathan stundum og hann alltaf þetta er ekki að flottur stað sem ekki að flottur podcast þú veist Gauður, ég get ekki hægt að starta ég sé bara fucking Monopoly Fortnite Gauður, ég kefti þetta á fucking 370 krónur inn í Keflavík 3000? Nei, 300 ég var að segja en þetta kostar 10 skall eða eitthvað út í bú ég held annarkvort fekk ég mitt á full að þú veist á þú svona? já svona en maður þarf að kaupa ég nefnilega við gáum félagin minn gá öðru félagin minn í Amalnesku já og svo fór ég hérna í hvað heitir fucking hjálpræðisherinn, eða ekki? Vá, we sang kinda hard on sko. ég er búin að vera harðar allar að
Þetta er Rauði krossin technically í Keflavík við hliðina á dópista byggingunni. You don't know that building? Gauð, þeir eru að byggja hann upp maður. Hún er looking all sexy and shit as a bygging. Ok, þeir sem búið í Keflavík, ok. Lokið augunum, ímyndaður sé á Dómun og Safnagötunni. Já, þú sér þig hana núna, Nathan, ekki? Dómun og Safnagöta. Sér gula stóra byggingin hann á horninu sem var alltaf að vera að byggja aftur. Já, ertu verið rétt í hann að saltraslinu hana? Akkurat, já, í þeim. Ertu mér að vera milli það hús og Bígó? Exactly, það er hjálpræðisherinn eða Rauðkrossin eða eitthvað. Og það er hræðilegar... Það thrift shop. Ég var að koma svo með ógeðslega konur sem vinna hana, sko. Gjössamlega, ógeðslega manneskjur. Er það? Ég vona að fucking... Ég held ég farið bara einu sinna en þegar ég var krakki, sko. Það er, það fínt að kíkja hann inn, ég og Arnar förum reglulega bara spjall í hálftíma og skoða sitt. Já. Og ég keiti þetta að spila hana, en svo opnaði þetta og ætlum að djamma og nota þetta. Half of that shit isn't even in there, sko. Ég var ekki að fara að segja þetta, en mér langar bara, hey, við getum kannski spila einhvern tíma. Ég vil til að spila hana. Við frændunni getum farið í spilakvöld. Akkur er ekki bara fucking gera það? Við þurfum að fara Minecraft í tölvunni. Við litlir ég á heima 1000 fucking borðarspil sem við getum tekið. Ég á Actual Monopoly heima. Það er bara, við höfum aldrei gert það, really, sko. Við spilum aldrei eitthvað spil. Við erum svo retarded. En líka, sko, ég held að það LAN, við ætlum ekki að reyna LAN eitthvað svona, it's not really happening, sko. En staðið fyrir að við þurfum að eyða heilu, þú veist, spila langt yfir að nótti og svo kannski gista hérna. Getur bara kannski gerð bara svona eitt spilarkvöld bara svona líka sko að því ok, þú ert yfir 19, 20 or whatever, einu sem þú verður að gera með vinnunum og líka COVID er spilakvöld, kannski húspartí eða eitthvað, spilakvöld með the boys man, ég verður að bjóða Axel hérna og fucking one day I will get that redhead fuck on the podcast og mun tala. Hann mun fucking tala þótt að mun ekki svona tala, ég vil hann forcefully verið að tala með þessu busy sem er að benda á mér right þú now. Kemur bara með, ég er alltaf að kalla hann eitthvað redhead fuck eins og ég hata hann maður, ég fucking elska hann. No soul motherfucker. Gauð, hann Það er Carpet Master Drake. Hann er ekkert með, Gauð, er hann með rauð hár? Wait a minute. Ég held ekki, sko. I don't remember him, sko. Er þú með sama hárlit þarna og hann er of course. Akkur ætti hann ekki þá vera með? Að því, ég hef verið með rauðhæra stelpu, hún var ekki með rauðhæra svona Carpet. He proves a point. Ég hef verið með tveim. Ég hef aldrei. Ein af þeim var með mér finnst það ekki cool, sko, because it's different, skilur. Hver er það? Já, Erik, hann er ég er svona að nafna þessum stelpu. Nei, Erik, hann er hann er með svona smá rauð. hann er bara svona á hausnum, ég held að hann er með rauðhært skegg. Arnar hann er ljósari með rauðhært skegg. What's your weirdos, man? Þeir báði, sko, eitthvað svona dverga vikinga incestóð, sko. Leprechauns. Leprechauns, sko, Erik náttúrulega náða að púpa a baby hvað er þetta, come out a baby, I don't know. Come on a baby. No, come out a fuck this setting. Yeah, ég ætla bara make it a yeah, I come on baby. Já, ég er guðfærin þetta bara, svo ég er ekki svona að sjá það sem svo fyrir I haven't Björgvin? Ég hef ekki séð hann, sko. Ég var að hitta nýja barnina Emily daginn, fucking fiskheiti. Hann er all business like, hann heitir Sævar. Hann er alltaf eitthvað. Þetta heitir hann Sævar? Hann heitir Sævar. Hvað er þessar fjölskyldu with the fucking name stealing over here? Þú veist, Alli kemur hérna, Alli bróður minn á svona sem heitir Sævar og svo kemur Emil með Hafstein og svo er hún með næsta bat bara that name, Sævar kannski er það, núna er ég dátuviss kannski er það ekki svona Sævar. Ég held að sé svona Sævar, sko, það er eitthvað sem við það sem við hljómar það er eitthvað SI, sko, það er eitthvað að Sindri, hvað eru vestu S-nöfnin? Snævar break, I don't know. Hvað eru vestu S-nöfnin? Ég hef þekkt marga Sindra sem eru algjör holitar. Fucking Stefán er alltaf alveg ég var ekki með góða vinn sem heiti Sindri í grunnskóla. Já, hvernig var hann? Við vorum alveg við vorum 4 bestu vinir en svo fór ég til fucking Canada en svo vorum bara trios en svo bara eftir trios, þannig að tala þetta eins og þessi Battle Royale we were dropping boys en svo bara eftir grunnskóla þá bara Nathan ætti að fá award fyrir svona dodging questions
Ég svo góður, ég ætti að vera En þú veist ekki sem gera viljandi, you just kinda skate by Já, ok, hvað var spurningin? Nei, ég er ekki að segja hún important en ég er að hugsa, ef þú væri ykkur svona Ég er góður interrogation Já, þeir eru ekkert að ná þér því þú ert bara Drást á mömmuðina Já, sko, í fyrra ég bakaði köku fyrir mig eitt skipti Og frekar góð Ammali, gaur, áttu ekki ammali í dag? Gaur, ég fíla köku Ég fucking fíla köku Hvernig köku? Svo legga bara Kleinur hringir upp tíma köku Kleinur hring? Beans Gaur, ert þú múin að sjá Gaur Tindur Anna Gaur Tindur Einar Elvar Ekki? Þú ert ekki múin að lýsa mig Ég er ekkert að fylgjast mig En þetta er að gerast aðeins og regla hver einst árið þá er eitthvað að tínast hérna Hvernig? Ég er svo honestly surprised Hvernig? Það var bara hvarf Hann laði bílun sinni með staðar Já Svo bara sást hann alltaf aftur Þannig að við vonum að Var það náttúrulega sjó? Nei og líka þú veist Ég þó líka Ég var heim með mömmu Hún sagði mér þetta og svo byrjaði þegar komið theories Ég bara ekki What the fuck You think you're gonna figure this shit out? Nokkar í kissu Sjá hvað Nathan góður í þessu Við byrjum að tala um one thing Og ég kasta boltan með til hans Þetta er bara athyglisprestin mín er í gangi sko Þetta er svona, við erum að spila svona dodgeball nema þú ert ekki í leiknum Þú ert hinum mér á vellinum í körfu Veggur Þetta er athyglisprest You're witnessing athyglisprest Já Ég er bara athyglis mér fyrir Ég elska þegar ég tók viðtal við Arnór í síðustu viku og þá vorum við báðir, þú veist ég var að spyrja um dóttir hans og eitthvað og svona 2 minutes later þá erum við að tala um cocaine Arnar? Nei, Arnór, ég var að segja Arnór með dóttir Hann var sýstir Ég fæði kompliment hérna frá Emily Ég er duglegastur að fucking tala að leika þessi krakka, skilur í fjölskyldunni Alltaf ég sé Hafstein, hann er svo mér langar bara að hann veri cool svona fyrir cool frændi, skilur Verður alveg svo þú Mér langar, þú veist, ok, let's do the math Hvað er hann 3? Ég er 21 That's 18 ár Og þannig þegar ég er fucking 38 þá er hann 20 That sucks man Ég er bara halfway dead Hann er inna going through the things Já, þú Also hann er mun fara að boxa Allir strakkar Maður var allar fyrir einu svona box einhvern tíma Þú veist, allir strákar, þá er ekki svona æfi ekki svona box Það hafa örugglega bara verið svona leikjarsalar sem það væri að boxa Allir strákar vilja geta lamið kúlin og vera Ég elska þetta trend inn á TikTok sem er í gangi að það er, þú veist, það er eitthvað gaurar að gera eitthvað svona hey, this is for the guys það er eitthvað fucking manneski að henda steinir, bryggju, við erum bara svolítið bara wow jú, ég sé það eða þú veist manneskir hindir steinir brekku og svo gaurinn bara eitthvað þetta er boring, svo bara, þetta fyrir í raunan svo sér þetta fyrir hann er stoppaði svo actually sér mann hann enda rúla svo bara fucking smalla hann tré og tekur niður tré þetta tekur ekki mikið þess að satisfy menn sko. Nei maður, allt þetta líka brjóttu klaka, it would satisfy sko. Ert þú búin að fara þetta er eitthvað sem ég held að ég og þú ætti að kíkja í bæinn til að gera ná í Axel, og fucking labba á klakanum hann hafna fyrir áinni eða eitthvað ef það er klakið það er hann ég held að segja Hafnarfjörðunum ég heyrði stífur ekki ég Hafnarfjörðunum það er stórt bara vatnana sem ég Hafþór það var ég Hafþór og ykkur aðrir og vatnið var alveg frosið bara alveg like, mjög mikið ég get ekki alveg staðfesta Big Frost sko Kan þú fallbæða frosið frá veistu hvað ég fjall hér frá neip ok, let's just carry on ok, þannig að við fórum hana og ég tók sleggju með mér bara til þess að leika okkur að bróta þetta ég held ég komst ekki gegnum klakan þetta var það þeikt við fórum, þetta er alveg stórt vatn sko, svo við löpum frá einum pointi og ætlum að labba alveg frá yfir en við vorum komin svolítið, ég held að þunnan part á ísnum og við heyrum bara gung og svona djúft brot í klakanum en svo erum við bara, fuck, höldum áfram en akkurat þegar við erum alveg komin í endunum það sjáum löðruglubíl
Þú veist það löðruglubíl lögregla Já. lögregla Það er ekkert í lögregla leave me be brother ok, lögreglubíl pullaði upp hann við bara fuck það er lögreglubíl við öll sáum hann en svo slekkur hann ljósan maður sann sé að fela frá okkur svo verður bara fuck ég með fucking sleggju í hendri við löp er bara fuck þá snýrum við okkur við og hann byrja að koma sem við vorum með bílir og þegar við vorum komin á tilbaka þú veist við sprettum á tilbaka lögreglan spyrir okkur þetta og ég með eitthvað chillandi bara að standa fyrir lögreglan eitthvað hérna tveir félagir mínir að tala um lögregluna og ég er ekki bein fyrir aftur mig sleggi bara eitthvað kvöld eitthvað bara í byrti eitthvað en þeir voru bara að pæla hvað við vorum að gera og bara segja okkur að fara varlega en I mean no harm with my sledgehammer sir okay. Þetta er svo gaman, ég mæl með ef þú ert farið ekki tíma, taktu sleggju með þér þegar þú ert að frátak stort og vatn og frosi vatn það er svo, bara þótt að þú ert ekki að brjóta já, ég náði að brjóta, já, ok, ég var stærst okkur allan maður sá þeir ekki smá dendi en ég bara with that like extra fat, það bara meiri þyngdam út og það var svo gaman að þeir sumir voru eitthvað lengst farnir og ég var eitthvað fokka í hann á lemmi klaka og það heyrir þeir gung og þeir bara fuck klakinn er að brotna ég er að fokka ykkur hefur þú eitthvað dott í gegnum svona klaka? Nei þannig ég held ef við fyrir hana þá verðum við að reyna þetta honi nei, já, ég ger svona að byrja að brjóta í kringum mig þannig já en það, maður sá alveg í botnin sko maður sá alveg í botnin, þetta var ekkert eitthvað klakinn var kannski svona en svo restin, það var kannski svona djúpt vatnið og það bara, já, en fyrir svo var podcast annað, þú veist þetta var svona og svo var þetta svona og svo vandlega í miðjunni var það vandlega í dýfst já, það eru the fishes og eru fiskarnir frosnir líka ef vatnið er frosið þeir eru bara chillandi undir ég er hugsa maður hvað alltaf aðeins það hefur alveg, ég sé myndir á YouTube, svona vídeo að það bara fish is frozen I like that ég veist gaman að well, okay, I got that kid in ég er með einhverja krakka í leifislu skilur hann er alltaf bringing this shit up þú veist þú heirt eitthvað ef krakkar eru killing animals you know, watch out en svo gleymir maður að maður er Íslandingur og maður fyrir að veiða skilur ég veit ekki hvort að þú geta maður oft kannski að stíga og fiska hei, ég er ekki að gera lengur já, og þegar þú kremur pöttur það er það ekki það saman? ég er svo hrættur kónglan ég þóri því ekkert sko en you know, flies and shit, whatever eat them hver hefur ekki borðað eina flugu þegar maður á krakki? Takk ormstingur og brjáskæti það væri probably a good time smá fucking wiggly worm up your ass and that's how I came my first time heldur að Blush var að móti svo leiðis það kom með eitthvað svona línu af ormum kannski er það sem þau fá inspiration á tækjunum með náttúrunni hvernig wigglar ormurinn like a dildo what are we even talking about now við erum somehow eða pælir út í hana snýpidrasli hana þingi sem getur stóð upp svo tók þið hana það er svona drasli sem getur stungið upp og svo er svona annar svona krókur hérna sem er svona og snýður svona nuttan það lítur svona crab claw, kannski það sem þeir fengi ég ætla að tala um það, ef þú getur fengið svona dildo sem er líka með á snýpnum og í rassin it's ridiculous, skilur þetta er the thrasher þetta er bara right here sko stelpur, ég vil heyra frá ykkur hafið þið ekki líkt að nota two in the pink, one in the stink sko já, ég er að tala um you know, 8-inch dildo, right? og fucking the 2-inch knob on your clit og svo ertu með a little thing up your ass og þú, hvað gerir þú? Deyrðu bara eða? Þú bara I'm full potential full potential og svo er með dildo í munnin og allt og it's too much ok, það er kannski fyrir svona extreme people okay, við casually ég væri að kasta þessi til hérna ég er að fara að fá gest heiminn í janúar vonandi færðu gestin cancel allir á þig þessi stelpa kemur 100% hún heitir Aldís en hún héti ekki alltaf Aldís hún hét Emil það var besti vinni Jóns Frans? Yes sir og er þetta hann sem var í hljómsveitinni? I don't know about that þetta er vinni Jóns ég leik að segja ómikið því ég veit ekki hversu ofmert hún er orðin með það núna en ef við fáum bara að vita það betur í janúar þátt 8-10 eða eitthvað svona
En hún hann back in the day, Emil var crazy sex addict, skilur við fucking, og þannig ég vona þegar hann kemur, getur hann sagt mér all these stories, að ég ætla að spyrja hann, skilur þú ert ekki að rétta upp hönd á podcast hann rétt upp hönd fuck this show man. Ekki fara, ég ætla að spyrja en nú mann, allir sem eru sexfíns ég ætla að vera svona einn ef ég vil kynlíf þá er ég bara að segja sér sexfín og þá byrjar fólk að tala við mig, er það þannig virkar? Ég var fast snabbt frá stelpakur það ekki virkar dude, ég postaði mynd af stjúpsystur minna í potterpeysinu hún komið svona 50 stráka var það? Græðir, var það sem var er það stjúpsystir? Mariana I know she's black þannig að hún er ég veist að það var bara eitthvað svona professional shoot að því hún er nefnilega annars var ég að fara að segja að þetta var svolítið lýra gert ég tók myndina en hún kefti Miss Universe hún er actual model skilur við þannig að hún veit alveg hvað hún er að gera sko. Ég var alltaf að segja henni hún er með perfect bros every time ég tók myndina var alltaf same perfect bros já sko hún veit hvað hún að gera hún sína það sem hún sína veist þú hvað það gera þannig að myndina sem er að þú veist I know what I'm doing, okay? Sex sells, pussy sells og system mín ertu að gera hana sem sex symbol yes, what the fuck hún er að keppa í Miss Universe heldur að Miss Universe er ekki sexual thing heldur að the judges sé öll alveg yes, you are all very talented to be honest, ég hef aldrei hort að neitt svoleiðis ekki heldur ég veit bara þetta bara Miss Universe Miss Universe, það er Miss Universe já, en svo er líka ekki Katmans líka þannig að það er bodybuilding þetta er bara þú veist pageant ég veit ekki hvort það sé gauðra version en ég bara efast það sko akkurat núna sko en það er svo náttúrulega er Mr. Olympia og Mr. Universe það er ég var að segja Mr. Universe það er ekki hlutur það er ekki þeng lengur nefnilega það var núna heitir það Mr. Olympia og það er líka til bodybuilding alls konar bla 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 en Miss Universe er bara svona pageant svona sexy og svo tala líka talandi við fólk sem er að sína vefðunum sinna og er að bera ná sexy as fuck og hvað mamma var eitthvað að segja að ekki reyna að sína rassinn í næsta podcast þú eða ég við báðir hún var eitthvað neina please ekki að sína rassinn ég er bara eitthvað why not akkur heldur fólk vilja horfa á þetta podcast bara þetta ég tala nei þeir eru hér til að hafa sens til að sjá minn rass big bunda, that's all they want bunda, fat nick ok, þetta var 51 minutes in myndu það fyrir ekki, það was a great clip mamma segir ég má ekki sína rass en af hverju, what's the concern er hún fyrir framtíðina hérna I don't know fuck, ég er átti, I can do the fuck I want utan heimilin, ekki á heimilin þannig að við vitum það að núna eftir að þátturinn er búinn þá mun Nathan taka buxuna á sér I gotta let that puppy breathe sko. Manstu myndina sem tókum með Tómas ég þú Tómas ef við gera aftur nema að vera báðir núna og bara en núna hinum mig já, við þurfum að fara aftur í svona myndatökum ertu ennþá með myndarna hans Eriks? Nei, ég er búin að skilja we gotta get that back sko. ég er að hugsa Canary fucking shit því possamyndir ég las þetta boss pub boss? pub pub quiz þetta er skemmtileg spil klikkaspil sko svo líka klikka drikkurina Smirnoff vodka við þurfum að gera drunk podcast yes maður ég er bara sko, ég þú og Gabriel ætti að taka en hann má að drekka núna við þurfum samt að fá leif frá fóldrum ég er að segja, ef Silla leif er hvað er hann gammal áttur? hann er 17 hann er 17 ára ég segja hann að hann má að drekka því þú veist, really, þú veist eftir 16 gegn leifi fóldrar okkar leifa það hann ég ætla ekki að segja kannski þetta ekki sem þú voru að segja en ég veit að allir okkur aldrei er sammála um þetta ef þú ert án 16 þá eru allir fucking byrjar að drekka ég byrja ekki að drekka fyrir 18 ára ég er ekkert að segja að það er vondskilu ég er bara að segja ef fóreldrarnir eru cool with þá it's löggan doesn't give a fuck it's whatever allir fóreldrar sem eru á 40 aldrei eitthvað svo leiðis þeir muna að fara að solve problems því að það sem þeirra ástæði er að þeir sögðu að hans aldrei þá voru þeir byrjað að drekka svo akkur ætti þeir að stoppa hann að gera
mamma mín var löngu byrjuð og hún kom með baby þegar ég var 18 þannig að mér finnst alveg rétt að ég má drepa barn en mamma mátti fæða barn þegar hún var mínum aldrei, right? Oh my god. Come on, connected. Technically þú veist, depends hvar þú ert að klára, það ertu dreipið 1 million börn at a time. Þú ert basically með Auschwitz heima þér, sko. Pældi, það the saddest leið til að dreipa barn. Ímyndið, þú ert að runga þér, þú gæti verið að þú veist að nötta hann að fucking eiginlega kannski manneskjur til að solva cancer. We get it, you fucking 60. Þú er ekki nýbyrjar að runga. Just imagine, bro, I mean þess vegna seti ég allt í glas hey, og drekk það. Þetta mitt mástu við, hann heitir Frikki uppstandari, við tölum og við ætlum alltaf að runga okkur en að cup árum og svo getur drukka. Okay, ég er bara það fyndin ég er komið upp með sömu tjókinu ykkar, sko. Bringing up all the same jokes. Ég hef ekki horta eitt podcast, ég er svo narcissistic, ég horta mín podcast þær eina. Gauð, ég hef ekki ennþá horta viðtala sem ég fór í, en bara að ég er búin að gera þetta á mikið, en I don't want to listen to myself more, I don't need to. Ég er að, sorry, mér finnst það svo cool græja út af því að þú veist alls á Discord það alltaf eitthvað latency á milli þú mannskja talar og þú færir að heyra það ég léttilega er að sjá munnin að hreyfast right now og að heyra það saman tíma. Þú veist, that's why this is expensive. Discord, get some notes. En þetta recording device, það ekkert mál að gera þetta, þú veist, þetta bara og líka þess nefnum að heyra það núna, af því að þegar þú tekur upp podcast og þú heyrir sjálfur og gestinum, þá ertu að minna að tala yfir hvort annað og þú líka heyrir, ef ég fyrir hérna heyrist ekki mér og all that bullshit. Þess vegna fólk þegar COVID hittaði og fólk voru með svona allir saman á stað á podcast, altså við skarum The Misfits podcast þeir voru alltaf saman í einu herbergi að taka upp en út af COVID kom og það voru allir inn á Discord og það var svolítið pirrandi fyrir það og þeir voru bara, við getum ekki gert þetta mikið út af því að þeir voru alltaf kannski að gera jokes og það var bara svona ég segi joke og svo alltaf svona segjum sem maður er bara þú veist þetta er ekki akkurat on point, þetta er miklu finnari í manneskjus, það er alltaf þú byrjar alltaf að tala yfir hinn á manneskinu og eitthvað svoleiðis og þannig eru allir þættinir sem byrjuð að verða þannig og ég akkur talaði sjálfur þegar ég tek viðtöl ég bara tek eitt svona á Zoom og mér fannst það svo fucking hræðilegt að ég bara þorði ekki eftir for a long time. Veitu, varstu að gera viðtöl á Zoom? Ekki á Zoom, það heitir riverside.fm, það er svona free service en það er bara að því að Zoom er fine en hvernig tekur það upp og hvernig færðu góð hljóður því gleymdir eftir bestu síðan í heimi Skype. Ok, það er ekki það að taka upp I can tell you that can ég pröfa það, ef þú vilt taka upp og vilt fá bæði, þú veist audio nerds þið viti af hverju, ok en að því þú tekur upp podcast þá viltu hafa þú veist, bæði fucking, mitt hljóð og þitt hljóð, skilur við til að klippa saman, af því, þú veist, ef ég hefði bara recordað það Zoomi, það hefði verið allt þetta lag, skilur við þegar ég tek bæði klippin, synkar það saman en þetta er bara svo leiðilegt fucking viðtala því að svona, ég spyrðan þengi svoleið og svo kannski svara hann í mínútu eða eitthvað þetta er pirrandi þegar ég er svona alveg þetta er svona real eitthvað interview eins og hans í Celebrity eins og ég sé eitthvað, ok, núna les ég 20 spurningar þetta er svona tölvu að maður bara svona ok, hann spyrir já, ég fór að sofa í gærkvöldi þú veist ég hata svona tölvubots núna play.is you fucking dorks ég týndi með mínum hvað er play? Play er hann að wow fór hausinn og play kom allt inn í staðinn flugfélagið ég var wow, ég hugsa World of Warcraft fyrir já fór það hausinn wow fór hausinn þú veist whatever 17, 18 það er ekki eftir því? Jú, ég man alveg eftir því en það er ekki, það kom svo langt síðan 2019? Já, 2019 já. Það því fyrra náttúrulega var COVID Fengi ég mömmu aftur? Nei. Vá, hvað þessi heyrðandalega er óþægileg maður After a while Ég er bara fít, sko Já, ég held að þessi sé þægileg Þess að þungi eitthvað á topnum Það er svona Ertu meira, fyrst þeir eru svo of neðarlega? Nei, þeir eru bara þrýsta ómikið á hausinn minn En the fuck were we talking about? Heldur þú getur reddað Þú veist, því að þú are like a sweet We're doing this on the podcast Yeah því að ég er að kaupa þú mátt bara kattar Nei maður, just say the thing Ok, mér langar í dild nei, ég er að Penis pills Nei, þú veist að þú nær alltaf svo
dílum einhverja góðum heyrnartólum að garanta góðum heyrnartólum fyrir félagmenn sem jólagjöf heldur þú getur að fengja svona price bara við notum mjög sem að sponsors í hljóðfærahúsinu það hann eitthvað svona heyrnartól eða gaming heyrnartól bara svona gaming því að hann var alltaf notað tölunum mínu í láni og heyrnartólum sem ég átti svona fyrir PlayStation Turtle Beach bara pairingið bara fucked bara ég þóri ekki svona að nota heyrnartólum ég ekkert að nota en mér langar ekkert að nota lengur út af þessu fucktir eru ég meina hvað er pairingin, er það hurting you eða er bara nei það er bara þetta á að vera svona liður það er bara farið það er bara ofnota það gerist þið gömli heyrnartól þetta er basically sem er að gerist við stólun akkurat, það gerist við heyrnartól sem ég var hérna með Waback Jón, að því stanna bróðum minn Jarskan en við erum alveg svo ég og þú erum oft að lána hlutum og mátt eiga þetta bla 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 og og hann lán að gefa mér átt hluti og svo 6 ánum seinna þegar ég kannski, ég var hendur þessu og hann bara, ég gaf þér þetta ekkert hann lánaði mér þessi heyrnartól þegar ég var fucking 15 og flutt hann út og þegar fluttu út þá skildi hann eftir eins og pönnu og alls svona drastlöka og svo var ég ofta að henda því og senda hann snabbt þá var hann bara, herru það 5 skall 7 skall you're not getting your money Jón, you're getting nothing þú fækst fokkin þú hafði ekki bara skilað svo eftir you snooze you lose ég hafði að skilaði bara ónýtu virka ekki hennar megin og eitthvað hann notaði ekki fucking 5-6 ár hérna er heyrnartólum tilbaka there you go bro fucking Guðdís liðsystem minn hún var að fá svona game þetta er snið sko, ég myndi aldrei I would never buy this shit þú ekki þú heldur þetta er annað frá þetta er NOS þetta er bara gaming þetta er lyklaborð mús og heyrnartól in one package ég keipti svona þetta er Black Widow heitir þetta eitthvað slags þetta er ekki svona neitt þetta er heldur ekki svona heitir það þetta var það sem hún fekk var NOS það var svona appisíkur en mér finnst það sniðið að því nú er hún með the whole thing að því hún er krakki it doesn't need much hún þarf bara litli hún veit ekki munin við high tech og bara vennilega lyklaborði þú gast gefinni skóla lyklaborð það var virkað fín manstu lyklaborðið sem ég átt alltaf það er svona silfur ég alltaf með þú eru átt ég held að þú áttir one of those líka en hún er bara að nota sama og ég fæk þetta lyklaborð 2010 það er 11 ár og það er ennþá milsnu frá 2007 skilur við en þess að góða samlokur sem er borðað þann dag þú veist þessi samlokur right þú að því þú veist ég veit ekki restan á Íslandi en það allan er í Keflavík brauð, skinka, ostur hvað séð þú, hvernig sósur geð þú sko það er annarkort kjötleikssósa eða græmmetisósa svona smá kvíðin hérna sko og svo bara það á grillið bro ég er með hamburger ég get ekki átt hamburgersósin heima því ég nota pretty much everything það er ný hamburgersósa going around sko hefur að fara að Stabagrill já, bara þetta eitt skiptið að opna ég er ekki búin að segja sko þú smakkar hamburgersósun right nei, það var á hamburgerum já, veist ég, I don't remember sko en ok, þessi sósa mér finnst þetta miklu betur heldur en vennileg hvað fyrirtæki? I don't know, it's a mystery þetta er, stundum ger ég þetta hefur ekki keypt þessa cocktailsósur þú veist í shoppum með frönskunum það er one kind sem it's just better than all of them sko, ok, hann að ég fekk mér hamburgerinn daginn í gær hann að ég fór upp í shoppu hvaða hamburgerstað var opið í gær? Erik no joke, ég fór á Erik er svona gauðs sem á Stabagrill shout out he's like basically corner eða eitthvað svona en hann ég fór á 3 staði ég fór í Iceland þá var ekki til pepperoni takkulangur svo ég fór í pulsvagnin ekki opið bitan ekki opið það var ekkert opið svo ég bara fuck ég ringi Erik og hann var bara hey Erik getur við farað þangað og hann bara ég er svolítið til í hamburger akkur núna hann bara yes svo við fórum svo eftir að það eru búin að gera allt og þá lætur mig að fá hann að checka inn í pókan það er fucking cocktailsósa ég hata cocktailsósa ég get ekki bara cocktailsósa hann sagði bara ok það skilja sig bara ég bara hvar þannig ég opna fucking
staðin sem hann kælinn sem þetta í þeir eru bara með trófullt að bara, þú veist, 1000 fucking cocktails ég bara, ég skil okkur þeir vilja láta þetta fucking fara hver þarf svona mikla cocktails ég skil að þetta er shoppa en þeir eru alltaf með tilbúin það láta okkur cocktails á sig alveg sama það er gott þú getur sagt ég skil ekki af hverju nýju staðin sem er búin að opna að gera það núna þú fær sósu og drikk skilur ég veit ekki why I'm so passionate and you know eins og þú I buy a lot of hamburgers sauce and drink ég var að hella Monster á gólfið mitt ég var svona var það sem var að gera ég sá það halda dósin eitthvað weirdly ég misti dósin og ég bara heldi nú splash á gólfið ég gera líka yfir þetta er rángdýra tæki hérna nei do it, no balls ég fekk þetta Givens fekkst þetta Givens? hitt eiginlega þannig ég var búin að borga fyrir hitt og fekk þetta þá í staðinn er þetta dýrari? Nei, þetta er bara nákvæmlega það er bara one version sko whack shout out á Reykjavík Photo fyrir awesome customer service man hann er really good guy sko dude, ég fór í eitthvað létt panic í svona heilan for a day allt í daginn en það beilu þú veist ég átti að mjög 3 þættir þetta núna og þeir beilu allir hann er alright shit og ég er aldrei með lista yfir gestur sem langar að fá það er bara svona þeir koma til mín oft og spyrja og eitthvað þú ætti að fá Barack Obama fuck that guy hann er svo mikið dork hvað það meina what's he ever done ex-president of the United States I dropped bombs I killed more than any president I'm black nei, ég veit ekki first black president of the hvað er ég að tala man fucking já gestur panic with the gestur af því að ég var alltaf bara I got nothing svo byrjaði ég svona að hugsa hvað ætla ég að gera í janúar af því ég er búin að tala svo mikið af fólki bara kíktum í janúar af því ég var komin til stúdíó í bænum svo byrjaði svona að skoða og það var bara enginn sem gæti komið og ég bara þetta er stendið með stúdíó there's a thing sko there's a new company byrjaði að tala um mig I might switch sides og fæði þá er það? Af því að gæti verið að það sé betur er það þeir reach you out til þín? Já og ég er ekki búin að segja neitt á þessu yfir öll podcast mína bara svona little hints og svo gerist það eitthvað en ég er annarkvæmt að fara uppkast á næsta ári eða þetta og ég er að vona að ég fer að fund með honum wait, er þetta year finale eða? er ég senast að þess ári? Nei, 31st fuck en þú og Jóna ég er alltaf að reyna að gera það ári búið sko, ég, þú og Jóna þú hefur nokkra dagar kallar ég er að það að vinna núna ég er svolítið erfitt að gera þetta og 12 vöktum líka og veist fyndi, þegar maður takit upp ég er að vinna right now, ég er á launum I'm supposed to be working hann áver að senda bíl til Indverjan var ekki eitthvað Indverja fucking ringi jú Rodakar at 7 at airport I go at airport at 7 þú ert eitthvað já við munum þess ringja hálftíma fyrirbort og saman ok thank you very much have a nice was Christmas good mér langar bara að heyra komóin sem þú hefur með fucking viskutinn þetta var nice komó og ég enn spurði Jólinu og eitthvað en oftast er þetta very fat I get þið fæ það brjála ekki á mótnana right? Svo frá svona 8-12 er ég oftast bara heima að borða og whatever og það fæ svona 30 calls og það er alltaf bara, herru, ég er að koma morgun ok, hálf 6 ég er með skráð þá ok, og þeir eru bara að vera vissi eitthvað, skilur ok, sorry, ég þarf að breyta komanu ég var að læra að þessi sófi er svona lazy boy að þú getur svona gripi hérna hliðina og kemur svona úst varst að læra það núna? Já, ég var að vera fyrkt í þessa og líka, mér lera svo líl krakki ég er að bara klappa þetta fótinn ef snýst svo fyrir aðeins nei, ég myndi alveg fyrir, þú kannski ekki smart að opna það eða ég opna það fyrir borði og fucking ég ætla ekki að opna þetta, ég er bara Gauð, ég er búin að vera að tappa fótinu mér allar dagar sem líl fucking krakki við þurfum svona top view myndal að fótunum að snatans bara að sjá það ekki fyrir free, það er fyrir Patreon það er pay for those það sem fyndið, ég gerir Patreon í svona 2-3 mánuði en svo var ég bara, I don't know með leiðins ég var bara eitthvað, I'm only thinking about the money núna bara, hættur þau, var eitthvað sem keypti? Einn keypti 3 mánuði, skilur ég, Villi, félaginn supportive hann horfði ekki á þættina I don't get it hann keypti, Villi, you stupid fuck hann keypti 3 mánuði og ég var alltaf að senda hann skilabóð því gata upp bara ekki, jó, tjaka þessum ég tala um þig hérna, bla 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 og hann opnaði aldrei það er allt ennþá unread
Er það eitthvað messaging shit inn á Patreon? Já, Patreon er frábært sko. Að ég er líka með Aldrei nokkuð checkað podcast sem það, ég stið á Patreon Já. og þú getur gert alls konar dót, þú getur fengið þetta eins og Discord, það svolítið innbyggt í þessu nema ekki svona voice channel en Discord, serverinn þinn hann tengdur við Patreon, þannig ef ykkur myndi kaupa Patreon, þá fær hann Er það með að dollar? Já, það, akkurat og það heiti eitthvað Patreon guðar eða eitthvað gods eða eitthvað To be honest, þessi server er svo Ég líka kem alltaf bara on for like a day kannski þá ég held að ég hef aldrei verið í einum server ég er búin að vera fyrir eitthvað mörgum og alveg með yfir eitthvað 10.000 mann sinna það er nánast aldrei kannski messaging group chatuna eru active en aldrei channelin sem fólk joina og eru að spjalla Ég var samt Alex, eins og ég hef alltaf rann að útskipta fyrir eitthvað í þetta byrjaði ég vissi að allir sem joinar á server er eiginlega ekkert að bara pröfa að spila nema ég er kannski online og sita á story og er að bjóða fólki Það voru þú veist kannski svona 10 manneskir í hug sem hann að komu og voru með okkur að spila eitthvað þú veist, þetta voru ekkert margir sem voru reglulega, það var ekki 3 manneskjur það var Brauð, það var Freyja það var bara þessar 2 manneskjur sem var þú veist, continuously Þess vegna líka, þú veist að 70 manneskjur, that's nothing af því ég vissi að ef ég fæ 300 manneskjur þá er 5 að fara að spila skilur ég. Já, svo ef við gerum starffræði 2 og það eru 70 manneskjur svo við þurfum bara 114 manneskjur, þá er komið 4 manneskjur sem verða constantly inn á What the fuck kind of math is that? Don't ask me, ég er bara big brain sko Ertu búin að þrífa þetta upp? Nei, þú ert ekki ennþá búin að standa upp No, because we're still doing a podcast Ég er alltaf ít að pásu, I gotta fart This is gonna end núna, sko, við erum að fara Mér langar bara Náðan, ætlar að pulla eitthvað upp eða eitthvað Holy shit Tóðstu þau? Gauð, líkt Þetta var wow Ég fuck up hljóðuna for a second there þeir voru bara að heyra en það fart getur þið ekki gert það þegar ítt að myndina Herru, þið getið fundið mig frikki.r á TikTok og Potti Podcast á Instagram ég er að posta mjög regla núna bara alls konar svona aukadót á Instagram ég ætla hvað myndin sem varst að sína mér á hana ég ætla fartmyndmáti, senda á mig núna við ætlum að setja það beint á Instagrami Fartvídeó? Já, má ég setja á Instagrami? Yeah Senda mér right now Nathan Þetta sem við vorum að taka upp right now Já, fuck it Eða eitthvað betra, þú varst með pretty good thoughts Veistu hvað, ég skal bara senda, við getum farið yfir þessu aftur betra eftir Þannig að ég get senda upp á það Þannig að Nathan, hvað getur fyllt því Nathan? Ok, ég ætla að láta þið gera smá editing Hérna getur þú að follow mér á Snapchat Ég er ekki að gera Gerðu það, put some fucking effort in this Fuck shit you, Nathan Fuck you Put some effort, motherfucker Instagramið mitt er Nathan_orðum Herru, put some effort in, byrja þú að posta Nathan Go fuck yourself Fuck you You don't even use that shit Ég nota Snapchat, follow mér á Snapchat Nathan_orðum, that's all Ekkert bil, engin stór stafir Þegar Nathan leggur 1% effort í social media þá skal ég byrja fucking Ég post, no joke, það senst að posta var held ég fyrir árið You fucking asshole Nei, ég postaði þess ári svo ég er að býða þannig næsta ári ég posta einu svona ári Fuck you, man Gauður, ég er ekkert mikið fyrir Instagram, ok, En sko, byrja, áruklán, eftir áruklán okay. Þú, þegar vorum að taka fótosum daginn þú veist að tala um hérna, þú veist langar að byrja að posta Do it, man Ég á ekki fucking myndvélina og ég, þú veist, alltaf Þú átt síma, dude, that's all you need Nei, gauður, fucking, ég er svo óheppinn þegar ég kemur á hlutum alltaf þegar okkur veðri kom þá vanti mér standin en þú gast ekki lána mér og þetta var fucking 3 fucking nótt og þú veist ekki Númer 2 eða það var fucking þú veist, ekki gott viður en það var ekki hann að það var skýjað eða eitthvað það var alltaf einhvað alltaf þegar ég bara, ef ég gata það var alltaf eitthvað sem er en það er svona, þú veist það er það bara excuse, skilur, þú getur verið með síma með flotta myndar, þú getur alveg bara maður næri ekki að þykja svaka en líka, ok, ég hef skilt að þú vilt post the reason þú vilt hafa Instagram eða ekki til að gera þess að DSLR já, þú veist, mér langar, þú veist, ef ég ætla að gera það þá langar mér að gera það vel, ekki bara ég ætla bara að taka einu mynd og bara posta því ég er ekki fucking Instagram stelpa sem tekur 1000 myndir og svo ætla bara að velja eina af þeim en ég veit frá all these podcasts, frá þessu fólki sem eru með fyrirtæki og whatever byrjaði núna bara að því að þegar þú færlóksir mynda alveg fyrir 1 milljón eða whatever
þá ertu samt að sama Star Wars right now, sko. Þú ert ekki búin að... Já, ég veit það, en Já. það er bara, það er ekki búin að, the nature has not been in my favor þegar ég I get you, bro. var með myndavélina. Núna En er ekki sem myndavélina. Það er enginn að fara að láta að gera eitthvað sem hún er ekki að gera. Já. En fyrir þig, you should try at least a little bit. Þetta er svona fun hobby, þetta er ekki sem ég ætla kannski mainly að gera, en þetta er svona little fun En hobby. fólk er alltaf already að hugsa að þeir eru með profession í þessu ári byrja. Ég er ekki með, nei, ég er alls ekki að segja profession. Þetta er alveg, þú veist bara, þetta er hobby sem ég langar bara að dunda mér að vera að gera þetta. Ég er ekki að taka, ég þarf að fara að gera þetta, ég þarf að gera þetta og það, þú veist, mér langar bara svona, hei, ef ég get, þá vil ég bara get peka upp myndu og fara að gera þetta, þú veist. Ég meina, Also- þannig byrjaði þetta maður, ég var alltaf bara að taka upp eitthvað samræður. Ég, En núna... varst ekki að taka varst ekki fyrst alltaf að taka bara svona þig að tala bara svona, Jú. hjálpa þér með gegnum eitthvað shit. Fyrsti þátturinn, ég var að finna myndbætt af hann en það var bara, ég var í þessu horni með sófan og myndalur og þetta var allt svo ég horfa á þetta er bara svona Já, ok, fyrstu er ekkert eitthvað the best ones, en maður byrjaði, maður myndir að horfa á þetta bara, hei, ég byrjaði þarna og þetta lítur app, þú veist, núna í dag ef ég hefði ekki gert það hefði ég kannski ekki verið hér í dag að tala við famous people like you now. yeah, exactly the Okay. most famous and Þeir- uppáhalds host, second host thingy, whatever hvað hann að segja Uppáhaldsgesturinn bara, co-host. gesturinn, co-host, There you go. yeah, Gerum það, þegar Nathan kemur það er hann ekki gestur, hann er co-host. ég er co-host ég á að vera hann með við tölvuna og mín ein myndavél og vera bara, yeah, the show is mine, not his, hann heldur að þetta Við hefum svona myndaðir, þú veist, ég myndaðir út að horfa á poddið núna og þú ert í svona hotninu hana yeah, svona facecam á þér bara svona 1 pixel eða þú ert að zooma extremely mikið bara til þess að sjá mega maður, hefur takk fyrir að koma hana, this has been fun. yeah. Gleðileg jól, Gleðileg jól. er ekki setja fucking jólahúnar Fólksal komandi ára, hvað sem að fucking segja farsælt komandi á ég er retarded, ok Bibbidi babbidi let's go